Við erum búin að vera í fríi og stundum erfitt að hætta að vera í fríi þegar maður búin að vera í fríi. Nú þetta aðeins svo hátt fyrir konuna mína til að túlka mig. Það heyrist allt í gegnum þetta hérna. Það heyrist allt í gegnum. Það heyrist allt hérna inn. Já. Það á að gera það. Nei, bara það sem ég segi. Ok, já. En það ekki kveikt á neinu hérna, þannig að við verðum að lifa við þetta svona. Drottinn, þakka þér fyrir að þú ert með okkur í dag og þú blessar þetta allt saman í Jesú nafni. Amen. Já, ég sagði það stundum erfitt að fá líkamann til að venjast við að vera þar sem hann á að vera og starfsemina til að fara í gang aftur. Og það sem ég langar til að tala í dag einmitt þetta, að venja sig við eitthvað eða á vana. Ég gott að slökka á símum, það vantar að setja það skilti upp. Stundum verða símarnir alveg brjálaðir í höndunum á okkur. Við vitum ekkert hvað við að gera við þá. En ég þakka Guði fyrir að hann gaf okkur beint samband. Við lærðum bænasíman í gamla daga í sunnudagaskólanum. Bænasíminn upp til himins, hringja kann. Og það besti síminn. Ég skil alltaf minn síma eftir heima, það góð regla. Ef þið farið á samkomu, skiljið síman eftir heima. Ef þið ekki börn. Einu sinni var ég skammaður fyrir að taka síman úr sambandi hérna. Og af því að síminn var að hringja í ótíma á miðri samkomu og ég bara tók hann úr sambandi. Og þá var ég skammaður fyrir það af því að börnin voru að hringja. En við þurfum að gera aðrar ráðstafanir vegna þess að við þurfum að bera, eins og konan sagði, virðingu fyrir Guði og hans húsi. Amen. En ég ætla að tala eitthvað sem getur hjálpað okkur í dag og eitthvað líka sem getur eyðilagt líf okkar og það þetta sem við köllum ávana. Ég rakst á greinar í orðinu fyrir daginn í dag í febrúar ávana og það talaði til mín. Og mér langar til þess að við byrjum hérna í Jeremía kafla 22, vers 21 og þar verið að tala til Ísraels manna og það Jeremía eða Guð sem talar í gegnum Jeremía og hann segir hér í versi 21, vers 21. Ég talaði við því í velgengni þinni og þú sagðir, ég vil ekki heyra. Og það nú kannski allt í lagi út af fyrir sig, ég vil ekki heyra. En svo kemur þetta, þannig var breytni þín frá æsku. Þannig hefur breytni þín verið frá æsku. Og það svolítið alvarlegt. Ef við temjum okkur það að vilja ekki hlusta. En þetta var orðin regla fyrir Ísraels þjóðina á þessum tíma og yfirskriftin hérna yfir þessari klausu herleiðingin boðun. Nú var að koma dómur, þeir höfðu tamið sér það að hlusta ekki og það oft þannig að ef við erum með vonda ávana eða vonda lesti í líf okkar að þeir geta kallað á dóm yfir líf okkar. Það gerði það fyrir Ísrael. Þannig að það mikilvægt fyrir okkur að ávanar í líf okkar að þeir séu okkur til framgangs en ekki til þess að rífa niður eða eyðileggja líf okkar. Nú, það önnur ritning hérna í Jeremía 13. kaflanum og hún fæst einnig við þetta sama. 13, vers 23. Þar segir, ég þýddi beint yfir úr ensku þýðingunni, en ég ætla að lesa það líka fyrir ykkur á eftir úr íslenskunni. Þar segir, ekki geti þér heldur gjört gott, þér sem vanir illt að gera. Hugsið ykkur, einhver hann svo vanur að gera illt að hann getur ekki gert gott lengur. Ég ætla að lesa þetta hérna úr íslensku þýðingunni, þar segir getur blámaður breytt hörundslit sínum eða pardursdýrið flekkjum sínum. Ef svo væri, þetta sterk líking, myndu þér megna breyta vel þér sem vanist hafið að gjöra illt. Þannig að hér kemur mjög sterkt fram að það sterkt líkingamál ef þú ert búin að venja þig á að gera eitthvað að þá erfitt að breyta
þessum vana aftur tilbaka. Og ég veit ekki hvort þið vitið það eða þeir segja að svona með venjulega ávana, ég hef heyrt að það taki kannski 21 til 28 daga að brjóta þá. Þannig að þið sem eru að hætta að reykja, þið sem eru að hætta að bölva, þið sem eru að hætta að sofa út, að 21 dagur, 28 dagar, að það getur tekið að breyta okkar ávana. Það getur verið þessi virði að berjast í 21 daga eða eitthvað vont sem við viljum losna við. Ég veit ekki hvort þetta er rétt, það getur verið misjafnt eftir því hvað það er. En þetta með vana að það skiptir máli hvernig við notum hann, það er að segja hvernig vana við erum að fást við í okkar lífi. Og þegar ég var að lesa þetta, ekki getið þér heldur gert gott þér sem vanir eruð illt að gjöra, að þá kom upp í huga minn önnur ritning, og það ástæðan fyrir að hún kom upp í huga minn er svo að ég er vanur að lesa ritninguna. Ef ég væri ekki vanur að lesa ritninguna, þá kæmi ekki ritningin sjálfkrafa upp í huga minn. Þannig það er gott að venja sig á að lesa ritninguna. Vegna þess að þegar þú lest ritninguna, að þá kemur önnur ritningu upp í hugaðinn sem er í samhljómi við þá ritningu sem þú ert að lesa. Þess vegna er gott að venja sig á að lesa ritningarnar. Orðskviðni 28, ég ætla að leyfa ykkur að heyra hvað stendur þar. Orðskviðni 28:14, þar segir: sæll er sá maður sem ávallt var sig. Sæll er sá maður sem er vanur að vera varkár. Sæll er sá maður ávallt var sig, en sá sem herðir hjarta sitt fellur í ógæfu. Sem sagt, það er blessun sem fylgir því að vera vanur að vera varkár. Þannig að við sjáum að ákveðnum ávönum fylgir blessun. Og það er önnur hérna ritning og hún er svona í hina áttina, þar sem er viðvörun. Það er orðskviðni líka, 22:14, orðskviðni 22, nú vona ég hafi skrifað þetta rétt, nú hef ég greinilega, nei, orðskviðni 22:24, jú ég hef skrifað þetta rétt, 22:24, þar segir: legg eigi lag þitt við reiðigjarnan mann. Legg eigi lag þitt við reiðigjarnan mann, af hverju ekki? Og svo kemur áfram: hafa eigi umgengni við fauta. Ég vona allir viti hvað fauti er. Ég var að lesa fyrir son minn út í Bandaríkjónum og hérna, hann var að fermast í fyrra og ég var að lesa fyrir hann að sæll er sá gefið gaum að orði drottins, og hann sagði: afi, hvað er að gefa gaum? Og hann vissi ekki hvað var að gefa gaum, þannig að ég gat sagt honum að það var að veita athygli orði Guðs. Ég gaf honum orði sem afi minn gaf mér þegar ég var 5 ára, úr Sálmi 119, að sá sem varveit orð þitt í hjarta þínu, að þú syngir eigi gagvart gegn mér. Þú átt að varveita orðin í hjartaðinu og syngir eigi gegn mér. Og þannig að hann vissi það ekki, en fauti, hvað er fauti? Já, uppstökkur, og það er svona þjörsnalegur, já, stjórnar ekki skapi sínu, já, já, hann gerir allt með illu, já, það er góð lýsing. Einhver sem mann langar ekki að þekkja, já, ok. Hafa ekki umgengni við fauta, segir hérna, af hverju ekki? Til þess að þú venjist eigi á háttsemi hans. Til þess að þú venjist eigi á háttsemi hans. Fauti er einhver svona, held ég, sem tekur ekkert, það er maður sem hann æðir og hann tekur ekkert tillit til annara og hann hugsa bara sjálfan sig og honum er alveg sama hvernig allir aðrir hafa það, hann bara veður einhvern veginn áfram. Það getur verið fautar í umferðinni, þeir stoppa ekki og þeir bara svína á þig. Það er fautaskapur að einhver sem líka í þínu lífi bara svínar á þig ef við tökum dæmir á umferðinu.
og við höfum ekki að hafa umgengni við þá. Af hverju ekki? Svo við venjumst ekki á háttsemi þeirra. Þannig að þarna kemur það inn að við getum vanið okkur á hegðun annara. Hún getur haft áhrif á okkur og orðið að okkar eigin vana. Og ef þú ert umgengst fólk sem með ljótt orðbragð, takt eftir því að það kemur upp í hugaðinn og þú ert að ýta því frá þér. Þannig að það gott að segja við fólk ekki tala svona í kringum mig. Ég vil ekki hlusta á þetta. Ég ekki öskutunna fyrir þig eða ruslatunna fyrir þig. Þannig að þetta eru svona, já, þetta mjög athyglisvert. Nú, það sagði í þessari lesningu sem að ég að vitna í að árangursríkt fólk sem árangur í lífinu, alltaf fólk sem hefur tamið sér ákveðna ávana eða venjur. Það fólk sem hefur tamið sér ákveðin lífsmáta, að það stefnir þangað og það venur líf sitt á að vera í samræmi við það. Páll postuli sagði, ég leik líkaminn hart til þess að líkaminn þóknist mér en ég ekki honum. Þannig að árangursríkt fólk það hefur tamið sér ákveðna venjur eða ávana. Í Postulasögunni 3. kafla og 1. versi þá lesum við það að Pétur og Jóhannes þeir fóru upp í helgidóminn og nú gæti ég orðið í vandastattur vegna þess að ég ætla að bæta við ritninguna. Svona með ykkar leyfi, minni hugmynd. Pétur og Jóhannes gengu upp í helgidóminn til síðdegisbæna eins og þeir voru vanir að gera held ég. Ég ekki að segja að standi þarna, ég að segja að þeir fóru vanalega upp í helgidóminn. Þeir fóru héldu sig stöðulega í helgidóminum. Það önnur ritning sem segir okkur það. Ef þið lesið, kannski ekki að þeir hafi verið í helgidóminum, þar segir í versi 42, þeir ræktu trúlega uppfræðslu postulana, samfélagi, brotning brauðsins og bænirnar, að það eitthvað sem var í gangi reglulega. Þannig að Pétur og Jóhannes, þeir fóru á bænastaðinn eins og þeir voru vanir. En það sem að snerti mig þegar ég var að lesa þetta, og þetta blessaði mig alveg gífurlega, að þegar að þeir gerðu það sem þeir voru vanir að gera, þá gerði Guð einn daginn eitthvað óvenjulegt, halleluja. Það blessaði mig. Ef að ég geri eitthvað ef ég tem mér góðan ávana, að þá get ég upplifa það að Guð geri eitthvað óvenjulegt í mínu lífi, ef að ávani minn tengdur honum. Og það sem gerðist var að það kemur maður sem hafði verið lami frá móður lífi og þeir að fara hérna á bænastundina og það greinilegt að þeir voru með kraft frá síðustu bænastund með sér vegna þess að hann lami og hann að betla og þeir ekki aur en þeir eru alveg ákveðnir því að láta hann hafa það sem þeir eiga. Og Pétur segir við hann, silfur og gull á ég ekki en það sem ég hef það gef ég þér og í nafni Jesú Krists frá Nasaret statt upp og gakk. Og hann tók í hægri hönd honum, reist hann upp og jafnskjótt urðu hans ökklar, fætur hans og ökklar styrkir. Hann spratt upp, stóð í fætur, tók að ganga, hann fór inn með þeim í helgidóminn og hann gekk stökk og lofaði Guð. Allt fólkið sá hann ganga og lofa Guð. Þeir þekktu að hann var sá hafði setið fyrir fögrudyrum helgidómsins til að beiðast ölmusu, urðu þeir furðu lostnir og frá sér numdir af því sem fram við hann hafði komið. Þannig að mig langar að segja við þig að ef þú venur þig á að koma á bænastundir að þá mjög líklegt að Guð geri eitthvað óvenjulegt í þínu lífi eða fyrir þig þegar þú átt síst von á. Ég hef upplifað það að kraftur Guðs hefur verið til staðar í mínu lífi þegar ég hef verið stöðugur í bæninni. Og bara þegar ég síst átti vonaði að þá bara braust kraftur Guðs fram í mínu lífi. Það var ekki nein tilfinning, það bara kraftur Guðs. Og þarna gerði Guð þetta óvenjulega kraftaverk þennan dag. En það byrjaði allt með þessum vana að fara á bænastund. Og þess vegna segi ég það, ávanar þínir geta ákvarðað framtíð þína. Ávanar þínir geta ákvarðað framtíð þína. Amen.
Nú, sálfræðingar segja okkur að 90% af hegðun þinni sé ávani. Ávani getur hjálpað þér að gera hluti miklu hraðar og ég fengið að upplifa það í bílaviðgerðum að stundum ég að berjast og ég veit að sumir hérna inni þekkja þetta, að við erum að berjast við eitthvað líka smiðir, eitthvað sem við höfum aldrei gert áður. Við erum að byrja á að rífa eitthvað stykki og við höfum aldrei gert þetta áður og það tekur okkur kannski allan daginn. Síðan fáum við aftur sama bílinn og í næsta skipti þá tekur það bara hálfan daginn. Síðan gerum við þetta einu sinni enn og í þriðja skipti þá tekur það kannski bara 2 tíma. Og þess vegna það menn í umboðunum að þeir eru oft miklu fljótari að laga bílanir og þeir þekkja hlutina af því að þeir eru svo vanir. Þeir fá alltaf sama bílinn inn og í rauninni ætti umbúðin að vera miklu ódýrari heldur en kallinn í skúrnum, en af hverju það ekki alltaf, það veit ég ekki, það umhugsunarefni, kannski temja þeir sér einhverja öðruvísi ávana þegar þeir skrifa reikningana, ég veit það ekki, en hérna, það þannig að þegar við erum búin að gera oft sama hlutin, þá verður það miklu auðveldara. Amen. En vitið það kostar að temja sér ávana, það getur kostað að temja sér ávana, það getur kostað að losa sig við ávana. Og við vorum að tala að það getur kostað einhver tíma. Nú, ávani, hann getur einnig hjálpað þér að fjarlægja andlega ringulreið. Sem sagt, ef að hugur þinn í uppnámi og þú setur þér það að gera alltaf ákveðna hluti, ef þú setur bara upp fyrir stundatöflu, þá hefur ekki tíma til þess að vera að hugsa þetta eða vera ruglaður út af þessu af því að þú er búin að setja upp fyrir þig prógram. Og þá getur losna við alls konar andlega baráttu. Að ávani, það að temja sér að fara fram úr á sama tíma á morgnana, að það er mjög gott. Vegna þess að ef þú leyfir þér að liggja fram eftir, að þá kemur herra þunglindur í heimsókn og hann með pakka handa þér og hann en ef þú hefur þann vana að fara bara fram úr eins og þú ert vanur, sjáðu til fyrstu 5 mínútna hjá mér að þá alltaf herra þunglindur að tala við mig. En svo þegar ég er búin að líta í speilin, búin að þvo framan úr mér og búin að segja drottin, ég ætla að koma að hásæti þínu eins og ég er vanur, að þá bara fer herra þunglindur. Hann vill ekkert við mig tala meira og gleði drottins kemur í staðinn. Vitið það, systkini, að vani getur hjálpað okkur að losna við alls konar leiðinlegar hugsanir. Þannig að það er gott að temja sér að hafa reglu í sínu lífi, að venja sig á að hafa reglu í sínu lífi. Að gera, sumir segja að það sé trúrækni að koma alltaf á biblíulestra, að koma alltaf á bænastundir. Er trúrækni að borða alltaf matiðinn? Pröfa það, temdu þér það að borða ekki matiðinn og sjáum hvaða langt þangað þú hrekkur upp af. Þannig að sumir ávanar eru bara góðir. Það var góður ávani hjá þeim Pétri að fara á bænasamkomu. Kannski var þetta bara venjuleg bænasamkomu og ekkert gerðist, en þegar þeir voru að koma þarna að í þetta skipti, að þá gerðist eitthvað rosalega óvenjulegt. Og það eru þeir hlutir sem við þráum að sjá. Amen. Nú, ég í sambandi við þetta, ég ætla að lesa hérna það sem ég skrifaði. Slæmir ávanar leiða því ranga átt burtu frá þínum draumum, en réttir ávanar hjálpa þig til að uppfylla þína drauma. Og hérna vitna ég í orð Guðs í dag, ég held að það hafi verið 15. febrúar. Nema þú sért reiðubúin að horfast í augu við þína ávana og breyta þeim, þá skiptir ekki máli þó þú standir á 101 ritningastöðum og gerir tilkall til Guðs loforða, það breytist ekki neitt. Vegna þess að orð Guðs, það snýst að þú skynjir í samræmi við hans orð. Þegar Guð endurnýjar hugafar þitt, þá eru þú að breyta ávunum þínum í samræmi við það. Ef að Guð gefur þér nýjar hugsanir, þá eru þú aðlaga líf þitt að því. Þannig að ef við erum ekki tilbúin að breyta eftir orði Guðs, þá er alveg sama hvað við stöndum lengi. Við þurfum að breyta þegar Guð tala til okkar. Og ég man alltaf eftir manninum, ég hef svo oft sýnt ykkur hérna, eða sagt ykkur frá manninum sem að það var forsíða á bók
og það er maður sem krýpur niður, hann lítur svona upp og segir, Guð, ekki núna, ég er að biðja. Ekki núna, ég er að biðja. Guð tala til hans, en ekki núna, hann var að biðja. Og það er stundum þannig að okkar viðhorfi er þannig að við erum að standa orðið Guðs. Guð er búinn að tala til okkur og segja okkur að leggja þetta af, en við sem sagt höldum áfram að standa orðið Guðs og skiljum ekkert í því að það gerist ekki neitt. Sjáðu, það er betra að hlýða orðið Guðs heldur en að standa á því. Það er betra bara að hlýða í einfeldni þegar hann talar til okkar. Amen. Þannig að slæmir ávanar geta leitt okkur burt frá draumum okkar, en réttir ávanar hjálpa okkur. Og í sambandi við þessa ávana að ég var að lesa í Jóhannes 7:38, þar segir Jesús, frá hjarta hans sem trúir á mig mun renna læki lifandi vatns, og þá kemur aftur vatn. Það er sagt að stöðugt flæði vatns geti eytt hörðustu klettum eftir ákveðin tíma og breytt hörðum björgum í smá steinvölur, hugsið ykkur. Og við vitum hvernig þegar vatnsflóð koma, þau eyða öllu og ryðja öllu sem sagt, á undan sér húsum, bílum og sem sagt, stöðugt vatnsflæði getur það getur breytt hörðustu björgum og klettum eftir ákveðin tíma og sem sagt, sundurmólað klettana. Og ég var að hugsa þessa ritningu í ákveðnu sambandi vegna þess að það er svo oft sem ég er að tala við fólk og það segir, ég get ekki breytt þessu, ég bara er svona, og það segir, hinn aðilinn er bara svona og hann breytist ekki neitt, en sama fólk, ég er að reyna að segja, komdu á bænastund, komdu á samkomur, nei, ég hef ekki tíma til þess, ég er að gera eitthvað annað, komdu að lífsannu og láttu hana byrja að renna inn í lífið, láttu vatni byrja að renna á þessa steina sem eru í huga þínum, nei, ég veit ekki hvort ég trúi. Sjáðu til, stundum er maður að reyna að segja fólki einfaldar hluti að það er til lausn. Og ég man eftir, það var einn forstöðumaður í Bandaríkjunum, hann sagði, þegar fólk kom í ráðgjöf, þá sagði hann, kemur á bænastundir í kirkjunni. Og nei, komdu á bænastundir, alla þær bænastundir sem eru í kirkjunni, komdu svo að talaðu við mig eftir mánuð ef að vandamálið er ennþá fyrir hendi. Sjáðu til að Guð, hann hefur svo oft ráð fyrir okkur en við viljum ekki hlusta. En það var svo lifandi fyrir með lífsána frá hjarta hans sem trúir á mig munu renna lækir lifandi vatns. Og þegar ég hugsa þetta vatn, hvernig þetta vatn getur sundurmolað hörðustu björg, getur það þá ekki ítt í burtu smá hjónabandserfileikum? Ef við leyfum lífsánni að flæða. Vandinn er að vatnið fær ekki aðgang. Við erum alltaf að horfa á hinn og við bíðum alltaf eftir að hinn fari. Þú átt að laga þig. En sjáðu til, þetta snýst mig, að ég leyfi lífsánni að flæða inn í mitt líf. Og það var bara lifandi fyrir mér í þessu samhengi að ef að það verður ávani hjá okkur að leyfa þessari lífsá að renna í gegnum hjarta okkar, að það eru ótrúlegustu hlutir sem lagast af sjálfu sér. Þannig að þegar við hugsum ávana fyrir okkur sem kristifólk, að þá getur það verið í sambandi við okkar hugsanir. Ávani getur snert okkar viðmót, ávani getur snert okkar matarvenjur, brandarana sem við segjum, samfélag okkar við drottinn, það getur verið sjónvarpstækið okkar. Það eru ávanar í kringum þessa hluti og við getum þurft að breyta okkar ávönum. Og stofnandi eins af árangursríkustu fyrirtækjum heims, hann sagði, sá sem vill ná árangri verður að læra að meta valdið og kraftinn sem er í ávana. Sá sem vill ná árangri verður að læra að meta valdið og kraftinn sem er í ákveðnum ávana. Ég man eftir að ég hætti
væntanlega fyrir þá sem lyfta glasi. En já, nú þetta aðeins svo hátt. Við ætlum að lækka þetta aðeins og komast hér. Þetta fyrir myndavélina. Stofnandi eins af árangursríkustu fyrirtækjum sagði: sá sem vill ná árangri verður að læra að meta valdið og kraftinn sem í ávana. Hann verður að vera fljótur til að brjóta þá ávana sem brjóta hann og fljótur að temja sér til ávana sem hjálpa honum að ná þeim árangri sem hann þráir. Þannig að það kraftur og vald í ávana og hugsaðu ykkur hvað við getum breytt lífi okkar mikið á skömmum tíma ef við tökumst á við vonda ávana og temjum okkur í staðinn góða ávana. Amen. Og þú þarft að líta raunhæft á líf þitt til að sjá hvert ávanar þínir leiða þig. Ef ávanar þínir samræmast ekki þínum draumum, þá ertu annaðhvort að skipta út ávönum þínum eða draumnum þínum. Og hvort viltu? Ef þú ætlar að halda í drauma þína, þá skaltu undirbúa þig í að skipta út ávana þínum, því að slæmur ávani fer aldrei að sjálfu sér. Ef þú ætlar að halda í drauma þína, þá skaltu undirbúa þig í að skipta út ávana þínum, því að slæmur ávani fer aldrei að sjálfu sér. Og við vorum að tala það að menn segja að það taki 21 til 28 daga að brjóta ákveðna ávana. Þannig að við getum lagt þetta niður fyrir okkur. En ég skrifaði Sálmur 34:2, ég vil vegsama Drottinn alla tíma. Það góður ávani. Ég vil vegsama Drottinn alla tíma. Ég vil vegsama Drottinn alla tíma, ætíð sé lof hans mér í munni. Og ég var að hugleiða, hvað temjum við okkur þegar við hittum? Segjum við hvernig hefur það eða segjum við Drottinn blessi þig? Hvernig var að breyta þeim ávana að segja hvernig hefur það, vegna þess að stundum viljum við ekki heyra hvernig hinn aðilinn hefur það. Og það bara íþyngjandi. Ef við segjum, byrjum á þessari kveðju Drottinn blessi þig, þá kemur blessun Drottins yfir lífans, hvort sem hann vill eða vill ekki. Getur verið tími fyrir okkur að brjóta ákveðna ávana í okkar lífi? Spurning. Amen. Þetta nóg að sinni.